Addi, segðu mér, nú varst þú kosin maður ársins hjá Víkurfréttum fyrir hvað, cirka 20 árum síðan? Já. Þannig ansi mikið vatn runnið til sjávar síðan. Já. Það var ótrúlega skemmtilegt að vera valin maður ársins. Og ég á einmitt forsíðuna af Víkurfréttum í ramma og bara svakalega gaman. En við höfum bara haldið svolítið áfram, þú veist, því sem að þá var að byggja fyrirtækið og fjölga kaffihúsum. Svo opnuðum við bakari fyrir 4 árum síðan, Kröðri, hérna í Kópavoginum. Og svo nýjasta nýtt var sem sagt, þessi veitingastafur hér í Perlunni, út í Bláinn og kaffihúsið okkar þannig líka. Það má segja að þú sést ákveðin frumkvöðull í kaffi hér á Íslandi. Áður en að Kaffidagur kemur til söguna, þá er raun og verið bara hægt að fá BKI eða eitthvað svoleiðis. Já, það var nú aðeins byrjað svona, en við svona kannski byrjuðum með kaffibrennslu með svona gott kaffi. Og komið í á svona almenna markað því þegar ég var að læra út í Ameríku að þá var svokallað specialty kaffi sem er kaffi þar sem er ræktað eingöngu með bragðgæði í huga. Það var meira bara svona svolítið exclusive, ekki þú veist í matvörubúðum til dæmis og bara svolítið fyrir ákveðin hóp. En við vildum alveg frá upphafi að bara mjög skýrt að Kaffidagur væri fyrir alla. Og hvaðan kemur kaffi áhuginn? Ég held þetta sé bara svona partur af, þú veist, mataráhuga, þú veist. Manni finnst gott að borða og mamma er til dæmis alveg frábær kokkur og ég alin bara uppi mjög góðan mat og svona mikla mataráherslur. Og svo þegar við fluttum til Ameríku við hjónin að þá var ég sem sagt heimavinnandi og að eiga börn og þá fór ég að fara á kaffihús og þar í rauninni kviknar þetta. Og þið framleiðið eitthvað kaffi í Keflavík eða í Reykjanesbæ, ekki satt? Jú, verksmiðjan okkar er þarna við Reykjanesbrautina, Stappabrautina og það var mikið svona framfaraskref þegar að við fórum af háaloftinu hjá pappa sem var trésmíðavestæði úr einhvernum 300 fermetrum sem þar voru yfir í 1300 fermetra og þegar við fórum á Stappabrautina þá við höfum verið að leigja út í bæ á mjög mörgum stöðum. Ég held ég hafi talið einhverja 9 staði á einu tímapunkti en núna erum við að leigja á 2 stöðum fyrir utan Stappabrautina. Er þetta langt ferli, sem sagt kaffiferli frá bara baun í pakka? Já, sko það má eiginlega segja að þú veist, berið vex sem er ávöxturinn af kaffitrénu og það tekur svona 9 mánuði fyrir berið að þroskast og verða og baunin inn í berinu að þroskast og svo frá því að berið er tínt og þangað til að kaffið kannski komið til Keflavíkur að það kannski getur verið svona 3-4 mánuðir. 4 kannski, já. Nú hafa komið umræður að það geti jafnvel orðið kaffiskortur í heiminum. Ég held að það verði ekki. Það er náttúrulega með hlýnun jarðar að þá hefur þetta áhrif á kaffiplöntuna og þau ræktunarsvæði sem eru svona hefðbundi kaffiræktunarsvæði eins og til dæmis í Mið-Ameríku. Þau hafa orðið fyrir áföllum sökum alls konar kaffisjúkdóma. En það er að koma ný svæði. Núna er til dæmis kaffi ræktað hærra yfir sjávarmáli heldur en var kannski fyrir 20 árum. Það er eitt. Og svo eru bara ný landsvæði. En það sem er kannski, sem við sem erum svona í þessum high-end erum að binda vonir við, að það verði bara meiri fókus á gott hráefni og að það sé ekki mikið verið að sóa, af því það er fullt af kaffi ræktað og þetta er bara alveg eins og með aðra ræktun sem að bara, já, lendir bara í ruslinu og það viljum við náttúrulega ekki. Sumt er bara hreinlega vont. Ferð þú reglulega út
og skoðar uppskeruna sem þú ert að fá eða eitthvað annað slíkt? Já, ég reyna að fara á hverju ári einhvert og þá mann svona bæði að heimsækja nýja og finna nýja bændur til þess að skipta við. Eins og síðast ég var í Guatemala, þá vorum við að leita nýjum bændum. Eða þá maður heimsækja þá sem mann búinn að skipta við í mörg ár. Og ég held að þetta bara alveg eins og öðrum viðskiptum. Það bara mikilvægt að við séum þetta samtal, hvaða vandamál eru við með versus bóndan og hvernig mætist við að miðri leið og það alltaf eitthvað sem kemur upp á, bara eins og í öllu öðrum viðskiptum. Hvað eru margir staðir sem Kaffitár rekur núna? Við erum með 5 kaffihús, Kaffitárs kaffihús og svo erum við með 2 Kryðurí kaffihús, annað í Kópavogi og hitt á Stórhöfða og já. Og kaffihúsin njóta alltaf jafn mikilla vinsælda? Já og nei. Það sko í þessu eins og öllu öðru, þetta svona tíska og við höfum kannski séð smá minnkun hjá okkur og erum svona að reyna að bregðast við því að þú veist eins og núna kaffihús okkur á Höfðatorgi í smá makeover og svo erum við alltaf að reyna að finna út einhverja vörur sem að viðskiptavinum vill. En það sem við erum að reyna að gera og alveg svona rauður þráður, bæði í Kryðurí og hér út í Bláinn, að við erum sko með hrein matvæli, þau eru rekjanleg, þetta bara alveg sama heimspeki og í kaffinu. Við viljum sko vita hvað við erum að setja út ofan í okkur og við erum að reyna að hjálpa viðskiptavinunum að velja hollari kostinn. Þannig að eins og kökurnar okkar við erum að reynum að draga úr sykri eins og við getum og brauðin eru öll án sykurs og án mjólkurs og við bökum allt frá grunni. Það engin hjálparefni, íblöndunarefni, makkarónurnar eru með ekta berjum, það ekki berjabragðefni. En þegar við erum með svona framleiðslu, þá þetta náttúrulega seinlegra og þetta meira handverk og þar af leiðandi erum við ekki endilega fyrir alla. Og þetta bara alveg eins og í kaffinu. Ég meina sumir finna bara ekki muninn og þannig það bara. En þið eru í raun og veru þá samt að gera vel við viðskiptavinnuna með því að fara þessa leið, ekki sagt? Já, okkur finnst sko það eins og einn nýr starfsmaður sem byrjaði hjá okkur segir sko, höfum við alltaf efni á að vera að flýta okkur? Já. Höfum við bara nokkuð efni á því og þetta svona í þessari umhverfisvitund. Þú veist, drekkum úr postulíni, ekki drekkum úr pappa eða einhverju. Drekkum úr postulínu og vöskum upp og flokkum rusl og borðum minna. Þú sagði mér einmitt frá því áðan að þið væru svolítið umhverfissinnað fyrirtæki. Já. Segðu mér aðeins frá því. Við höfum bara alveg alla götur, bara frá upphafi. Pabbi var sko mikill umhverfissinni og ég held að ég hafi fengið þetta bara svona svolítið móðurmjólkinni sko. Að við bara byrjuðum einhvern veginn strax til dæmis að flokka. Við vorum fyrsta fyrirtæki sem fékk svansvottun fyrir kaffihúsin okkar. Við fengum umhverfisviðurkenningu frá umhverfisráðuneytinu, kuðunginn. Og það var vegna þess að í Njarðvík settum við upp svona vothreinsi-búnað, meðal annars sko, við settum fyrir ofninn sem notum bara vatnið, erum ekki að brenna olíu sem oftast gert við kaffibrennsluofna og þannig og svo flokkum við náttúrulega allt og þú veist. En það líka bara, þú veist, við reynum að velja, þú veist, tæki sem þurfa minna rafmagn, eins og bílstjórarnir einhvern tíma fórum við í svona greiningu á því hvernig spurðum við kolefnasporið. Já, og
veljum sko bíla sem að menga minna og við erum reyndar ekki komin í rafmagn en þá. En líka bara hvernig við dreifum, að við séum ekki að fara þess að kraus, þú veist, hvað svona hagkvæmasta leiðin alltaf. Og svo erum við svolítið endurnýta og það kannski það besta, í staðan fyrir að kaupa nýtt. Nú hefur verið töluverð eftirspurn eftir kaffihúsinu aftur inn í Reykjanesbæ. Stefnan að opna aftur? Ég vildi sko að ég gæti sagt já, en við erum ekki búin að finna taktinn. Og ég vildi svo gjarnan, og mér finnst þetta svakalega sorglegt. Og það var bara hreinlega ekki nóg að gera. Og svo svolítið erfitt að fá starfsfólk. Það bara, þú veist, flugvöllurinn bara, þú veist, við erum í samkeppni með hann og við svolítið töpum í baráttunni. Þið voruð einmitt með tvö fyrirtæki upp á flugvelli? Já, við vorum með 2 kaffihús í Leifsstöð sem við erum ekki lengur með. En á Stapabrautinni, sko, þetta svona skertur afgreiðslutími og svo var þetta stórt pláss, erfitt að vera einn og svo svo leiðilegt að vera einn. Já. Það líka. Það ekki stemming í því? Nei, það ekki stemming í því. Og þeir sem vilja vinna á kaffihúsum, það sko stemmingsfólk. Já. Þannig ég kannski bara, ef það eitthvað að úti sem langar að hjálpa okkur með kaffihúsið, það stendur autt, sko. Já, það engin starfsemi komin í húsnæðið þar sem það var. En við erum sem sagt núna að bara opna búð. Já. þar sem að fólk getur komið og keypt, þú veist, kaffi í stórum umbúðum á hagstæðara verði heldur en annars staðar og keypt alla gjafavöruna og sírópin og allt það. Og við erum svona að setja það upp núna. En eins og markaðssetning, hvernig hafið þið verið að markaðsetja ykkur? Hafið verið að nota samfélagsmiðla eða hvað hafið verið að gera? Já, við höfum rauninni pínulítið að öllu, pínulítið, þú veist, útvar, hefðbundna prentmiðla og svo samfélagsmiðlana og áhrifavalda og þetta svona. En snýst þetta ekki bara allt um það að vera bara duglegur? Jú, og uppáhaldssetningi mín núna þessa dagana þú veist, úr jóganu, öllu sem hún veitir athygli, það vex og dafnar, bara svoleiðis. Og það bara í rekstri að, þú veist, ef mann brennur fyrir það og trúir á það, þá finnur maður leiðir. Og það svolítið þannig. Og við erum bara frekar heppin að vera með fullt af nýju og gömlu fólki. Og ég bara einhvern veginn verið ótrúlega heppin í gegnum árin að vera með svo mikið flinku fólki og skemmtilegu. Þannig ég lít allt svo vel út, sko. En þau eiga náttúrulega heiðurinn að þessu, öllu saman. Þannig að, þú veist, þetta að verða komin 28 ár sem við byrjum í Njarðvík. Þannig að þetta bara, þú veist, alltaf jafn skemmtilegt. Aldrei leiðilegt að mæta í vinnuna? Nei, en ég viðurkenni það alveg að stundum ég bara, þú veist, þegar mann fara kannski í einhver erfi mál og mann búinn að gera það mörgu sinnum. Já. Þið stóðuð einmitt í svolítið erfiðum málum í sambandi við flugvöllinn. Já. Tók það ekki svolítið á? Jú, sko, reyndar sko lögmennirnir okkar bara með þetta, og þetta ekki búið. Nei. Við erum núna enn með úrskurðarnefnd upplýsingamála með sem sagt erindi, við erum með erindi þar. Þú veist, við erum búin að vinna 8 úrskurði og dómsmál, en við erum samt ekki komið gögnin, þannig við höldum bara áfram. Haldið ótrúið áfram? Já, það ekkert annað í boði.